Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næst þá ætlum við að ræða eiginlega hvað ég á að segja, málana, flóðið, bylgjuna, MeToo, kynferðisofbeldi og ég veit ekki einu svona hvar ég á að byrja og enda þetta allt saman. Verið velkomin bæði tvö. Takk. Byrjum kannski aðeins hjá þér. Við vorum aðeins að ræða áðan að það er náttúrulega búið að vera þessar byltingar allt frá hvort sem það heitir brjóstabylting, MeToo eða hvað það nú heitir, en þegar maður vinnur hjá Aflinu eins og á Akureyri sem vinnur með þolendum kynferðisofbeldis, hvað finnur fyrir því að þetta hafi áhrif í starfseminni, þar að segja til dæmis að fleiri leiti til ykkar? Sko, það er svolítið erfitt að setja fingun á það alveg akkúrat, sko. En vissulega skilir þetta sér í því að fólk leita sér frekar hjálpar og ár verður metár, sko. Það koma fleiri til okkar á þessu ári heldur en hafa komið nokkuð tíma áður. Það koma alveg toppar en það er svolítið erfitt svona að finna nákvæmlega hver það er. Þetta kannski, það misjafnt eftir fólki náttúrulega hvað er lengi, þetta kannski sáir fræjum sem eru svo mislengi að spíra, sko. Sumir kannski koma fá bara ok, nú þarf ég að fara og leita við hjálpar, aðrir kannski þurfa að melta það í einhverja mánuði. En það er greinilega stígandi og hefur verið alveg frá því að samtökin byrjuðu á Akureyri, sko. Já. Þá hefur verið fjölgun alltaf milli ára, fyrir utan í fyrra, þá var það ekki alveg mikið veitt í fyrra, en það verða fleiri núna heldur en nokkuð tímann áður, sko. Sjáum það, við erum komið jafnmarga núna fyrir desember og allt árið í fyrra, sko. Hver er fjöldinn sem er að? Það eru komin 1300 viðtöl á þessu ári og við erum að tala 160-70 stjórnstæðinga, 130 nýir. En þegar þú sér til dæmis bara undanfarna daga, hefur verið fleiri fyrirspurnir eða hvernig hefur þetta verið hjá þér? Já, það er búið að vera svolítið núna upp á síðkasti, sko. Það var smá, það er alltaf koma, þetta er alls konar árstíðabundið, koma lagið í sumarfríum, þá er fólk að fara þannig að þetta kemur svolítið í bylgjum, sko, þannig að það er svolítið erfitt að negla það niður. En klárlega, eins og segir, þá skilar þetta sér í því að það eru fleiri að leita sér hjálpar. Við vorum pínu að ræða það, sko, í rauninni hver byltingin er nákvæmlega, svolítið erfitt að setja fingurinn á hana. Það er náttúrulega, sko, ofbeldi, glæpsamlegt ofbeldi, kynferðisofbeldi, barnaníð og svo framvegis. Síðan kynferðisleg áreitni, svo eru jafnvel einhverjir sem segja hvar er hérna mörkin og kynferðislegri áreitni og daðri og maður hefur heilt alls konar skrýtnar umræður eins og maður þarf nú bara að vera með sólgleraugu til þess að vera ekki kærður fyrir kynferðislega áreitni og maður þarf nú ekki að heilsa konu og allir, sko, þú veist, þið þekkið væntanlega eitthvað af þessa umræðu þetta og að þetta séu svolítið svona blurred lines og kannski byrja á þér áður en við förum hérna að finnst þér þetta skipta, er þetta af sama meiði, er þetta óþægilegt fyrir starfsemi sem tengist þessum kynferðisafbrotamálum eða tengist þetta? Þessi svona óskýru mörk eða línur? Nei, eða þú veist, þyrfti einhvern veginn að afmarka þetta betur? Nei, ég held þetta snúist eins og ég upplifði þetta, þá snýst þetta bara struktúr, það snýst valdastruktúr, það snýst það er ákveðin innbyggður struktúr í samfélagi þar sem að karlmennum leyfist eða hafa leyft sér ákveðna hegðun. Og hún getur birst með ýmsum hætti, hún getur birst bara í einhverju sem þeir kalla daður og ef þú ert ekki alveg viss hvort þú ert að daðra eða ekki, þá ertu að hugsa að gera eitthvað vitlaust, sko. En þetta hefur birst í alls konar svona hlutum og ég held að það sem er mjög gott í þetta er einmitt hvað þetta er breytt. Það er verið að benda á þetta misræmi og ákveðna hegðun, ákveðin strúktúr sem við erum að reyna svona að ýta tilbaka og það er held ég ekkert betra að vera eitthvað að flokka það niður af því að eins og segir, þetta er að sama meiði, það er alveg eðlismunur á áreitni sem að einhver svona fullgrófu daðri og barnaníð og kynferðisofbeldi, það er alveg, við erum alveg saman á það, sko. En kannski grunnurinn, feðraveldið sem er að baki, er kannski það sem við erum svolítið að díla við, sko. Þú ert þess að fara af stað með MeToo lestur í samkomuhúsinu á Akureyri núna og segðu mér bara frá því, hvernig kviknaði þessu hugmynd hjá þér? Sko, hún kviknaði ekki hjá mér, það er alveg á hreinu. Það var bara hringt í mig og ég svona beðin að grípa boltann hérna fyrir norðan. Ég er náttúrulega bara búin að gera eins og margir aðrir, sitja fyrir fram á tölvuna og lesa þessar sögur sem streyma inn í þessa lokuðu Facebook-grúppu fyrir sviðslistakonur. Og þetta er alveg mögnuð flóðbylgja, sko. Það er náttúrulega alveg svakalegt að lesa þetta. Þetta er margt alveg mjög sorglegt og erfitt og sumt bara einmitt eins og á þessum óskýru mörkum. Og mér finnst þetta að vera eitthvað svona allsherjar hreingerning. Og ég er svo bjartsýn á að þetta kannski breyti loksins einhverja því einmitt eins og þú segir það er búið að vera svo margar byltingar og hvað gerist, svo fellur einhvern veginn allt aftur í sama farið. En nú er ég bara svo bjartsýn að leyfa mér að vona að nú kannski er bara
feðraveldið að liðast í sundur. Ég sé ekki að það geti einhvern veginn haldið áfram. Nú einhvern veginn karlmenn held ég að stíga inn í þetta líka og bara eins og núna eru komnir á þræðinum hjá mér eru bara sumar sögurnar snúast það að menn hafi beðist afsökunar. Og þeim líka deilt, þessum fallegu sögum, þar sem að menn eru bara farin að átta sig, vá, þetta ekkert í lagi. En tekst okkur þetta? Ég heyri stundum og hefur í umræðinni að fólk óttast þetta að búa til, að það sé ekki, eitt sé grundvöllurinn að því að eiga samtalið og síðan sjálfskoðunin sem karlmaður bara að eða það að segja er ég gerandi, er ég vondur, er ég illmenni og að einhvern veginn, nei ég ekki vondur maður, þú veist, hvað er að ykkur? Eðlilegustu viðbrögð allra karlmenna ættu að vera að fara í vörn. Það er bara þannig funkar við sem manneskjur, við förum í vörn ef okkur finnst að okkur vegið. En ég held að séu miklu fleiri í dag sem eru átt að segja því að fara í vörn breytir engu. Við þurfum bara lítið eiginbar og auðvitað ekkert allir karlmenn að gera svona. Og það svo rangt að halda alltaf að með því að fara að segja þessar sögur þá séum við að setja alla karlmenn í einhvern sakamannabekk að því við nafngreinum ekki. En það er bara rangt finnst mér og ég held nefnilega núna sé fólk svolítið tilbúið bara ok, ég kannski ekki gerandi en býtu stóði upp fyrir henni, sagði ég eitthvað þegar var verið að pökkast í henni þarna. Eða þagði ég bara, ég hefði nú kannski hægt að segja eitthvað. Eða kemur taugaveiklaðan hlátur. Já, og svo þetta nefnilega ekki heldur bara karlmannanna, það eru líka fullt af konur sem hafa setið hjá og ekki gert neitt. Já, margoft og ekki síst undir yfirskriftinu húmor sem að mér finnst líka síðan annað sem að mér finnst mjög að því mér finnst húmor svo brjálæðislega áhugavert fyrirbæri að hvernig húmor getur verið valdatæki og jafnvel kynferðislegt áreiti undir einhvern veginn samt bara svona kannt ekki taka djóki. Já, það er þú sem ert vandamáli. Já, þú ert volöttu við þú ert vandamáli. Já. Og ég nefnilega svolítið ánægð með þetta að vera ekki nafngreina því að ég alveg tekið eftir þessu, ég hef fylgst með þessu fjölmiðlum það er hópnauðgun í Reykjavík, 5 einstaklingar sem nauðga stúlku og það verður allt brjálað hvurslags viðbjór, það er alltaf skrímslavæðingin þeir eru gerir að skrímslum strax þetta hljóta að vera algjör skrímsli sem er á bakvið þetta svo koma nöfn og andlit á það þá snýst umræðan alveg þá umpólast umræðan og það getur ekki verið að hann er svo góður strákur í þekkjan, hann er fínn gaur það hlýtur að vera eitthvað henni hvað gerði hún? Hvað var hann að gera fullinni bæ? Þannig að umræðan breytist alltaf þannig að halda þessari umræðu nafnlausi og fókusera á strúktúrinn á þessa kerfisbundnu hegðun og eins og segir, þetta er ekki endilega karlmenn og konur, þetta er bara ákveðin strúktúr sem feðraveldi er bara strúktúr í samfélaginu og það eru, konur er alveg jafn virkar í að viðhaldunum og þetta er ómeðvitað, þetta er ekki eitthvað já nú ætla ég viðhalda karlaveldinu, heldur þetta bara svona þetta er bara eitthvað innbyggt í okkur, við bara fæðumst inn í þetta og svo bara höldum við áfram og þetta er bara hluti á okkur og það þarf alveg átak og breytingin sem við sjáum kannski og skrímslavæðingin gerir það verkum náttúrulega svo erfitt af því að þá fara karlmenn alltaf í vörn við förum náttúrulega eðlilega í vörn til að vera skrímsla gera okkur en það er náttúrulega erfitt að fá einhvern með þér í lið þegar þú ert búin að gera neð skrímsli en það hins vegar við sjáum alveg þessi umræða hefur í gegnum tíðan að skila því að við erum komin hingað þannig að höfum við náð árangri? Það er það sem að maður setur stundum svolítið eftir með. Það er það sem ég meina höfum við ekki náð einhverju framþróun, við erum komin allavega hingað, staða okkar allra í samfélaginu betri en hún var fyrir 20-40, þannig einhvers staðar skilir þetta alltaf einhverju og þetta er eitt skref og vonandi, eins og þú sagðir, þá bara smash the patriarchy. En af því þú vinnur svo mikið í þessu, finnst þér vanta enn meiri byltingu hvað varðar, þessa alvarlegustu brotin líka, eins og barnaníð? Eða nauðganir, eða sifjaspjall, eða hvernig er það? Erum við búin að gera nóg til þess að opna þá umræðu? Ég held að það sé aldrei nóg, Nei. Og það er alveg örugglega aldrei nóg mikið. Af því að þetta er mjög erfið og þetta hefur alltaf verið einhvern veginn svona, þetta er svo lokað, þetta er svo mikið inni á heimilinu og þetta er svo ósýnilegt, en umræðan hefur náttúrulega komið þessu á stað líka, og þetta er náttúrulega hluti, það að skila skömminni til dæmis er rosalega sterkt í því að því að skömmin er svo mikil hjá þolendum. En svo hef ég alveg heyrt meiri segja konur segja að nú segir bara það segðu bara allir MeToo, það getur nú ekki allar konur hafa bara lent í einhverju. En MeToo snýrist ekki það að maður hefði lent í þessu, þetta snýrist það að maður stæði upp fyrir þeim sem hefði lent í þessu. Það var svolítið misskilningur, tók ég eftir. En það er bara held í samt staðreynd. Allar konur hafa einhvern tímann á lífsleiðinni upplifað einhverja kynferðislega áreitni þó hún hafi kannski verið saklaus og maður kannski tók ekki eftir henni en það var hún þarna.
Þetta deila með einhver smá sögu sem að mér fannst mjög áhugaverð sem við erum að tala alveg þess að þá í þessa áttina sem var varðandi líkamstjáningu. Hittumst nokkra konur í gær og það var ein sem að sagði svo áhugaverðan hlut sem ég aldrei velt fyrir mér. Var að hún sagði, mér svo óþægilegt, hafði eitthvað pælt í því, mér svo óþægilegt þegar karlmenn hafið setið á fundi með karlmennum sem setja svona og einhvern veginn að eiga einhverju samtali við þá. Af hverju þetta gert? Og veistu, við hlógum svo mikið. Ég hef aldrei, ég hef upplegað að mér finnst þetta óþægilegt, en ég hef aldrei orðað þetta. Þetta svo skemmtilegt, þetta ekki báðast tópikið mitt, ég búin að stúdera þetta. Ég náttúrulega lærði leiklist í Finnlandi og fór á dragnámskeið, þar sem að konur lærðu að vera kallmenn og kallmenn lærðu að vera konur. Og þetta var bara svona algjör eye-opener, svo ég sletti, en þú veist, þetta var svo mikil upplifun, því að ég hafði ekki spáð í þessu. Nú setjum við voða svipa. Við erum ekkert svo ýkt dæmi. En hvað myndi breyta miklu þú tækir ef þið værið í þessum? Svona mögulega eru margir. Og ég get alveg skert þetta. Sjáðu, þetta samt alveg rosalega skrítið. Það er mjög auðvitað að sjá konur gera þetta. En það var svo magnað. Við vorum á fyrirlestri. Það var líffræðingur sem var að spjalla við okkur allan hópinn, stráka og stelpur. Við vorum 14 manns, sátum í hring á stólum, svo sagði hann allt í einu, frjósið, ekki hreyfa ykkur. Sjáuði hvernig þið sitjið og það var svo fáránlegt. Við stelpurnar, 9 stykki, sátum hérna fremst á stólunum, mændum á fyrirlesarann og hjálpuðum til með því að kinka kolli og horfa yfir á henni. Vorum svo mikið að þóknast og geðjast. Allir strákarnir, þau voru ekkert alveg rosa gleiðir, en þau hölluðu sér rosalega mikið aftur og bak og horfðu ekkert endilega á hana og voru bara svona svolítið annarsögur. Og þetta var alveg bara ótrúlegt. Magnað, já. Og þetta svona held ég tengt líka bara feðraveldinu. Karlmenn taka oft meira pláss. Konur smækka sig. Þær eru að tróða sér í boxið sem er að vera kona. Þetta er náttúrulega alhæfingar, það á ekki við alla, en það var magnað þegar við sátum þarna akkurat öll. En ég hvet fólk til að taka eftir, svo sérstaklega á fundum í viðskiptalífinu, þar sem að kynin mætast, þetta er pínu spes og ég ofta að hlæja held ég bara eiginlega alltaf þegar ég hugsa Já, alltaf þegar þú sér eitthvað. Já, þetta er eitthvað, prófið eitthvað aðra, þú veist, stellingu, nei. En svona lokum að, ég er náttúrulega búin að missa tíma, mér finnst þetta svo skemmtilegt að pæla í, að þetta er svo áhugaverð, samfélagspæling, ekki endilega sem einmitt eins og þú segir, ekki til þess að finna, vera endilega bara í að dæma eða heldur bara, heyrðu, já, þetta er kannski eitthvað sem við mættum alveg pínu breyta hérna á aðla. En þið ætlið sérst í samkomuhúsum, svo komum þið nú að. Komum þið að. Klukkan 4 á sunnudaginn ætlum við að vera með svona samstöðu viðburð. Þetta verður á sama tíma fyrir austan og í Reykjavík, í Borgarleikhúsinu og held ég bara í Svíþjóð líka, í mörgum leikhúsum þar. 15-20 konur sem ég er að safna saman hérna úr bæjarfélaginu sem ætla að koma og lesa upp nafnlausar sögur sem hafa safnast inn í þessar hópa víðsvegar og við ætlum ekki, það er bara random, það er bara alveg tilviljun að kennt hver les hvaða sögu, en þetta eru mjög fjölbreyttar og magnaðar sögur úr heimi íþróttanna, fjölmiðlanna, stjórnmálana, sviðslistana og bara úr öllu þjóðfélaginu. Og nú var að koma tónlistarkonur líka? Já, tónlistarkonur eiga þarna sögur og þetta eru magnaðar sögur og ég hvet alla til að mæta í samkomuhúsið. Þetta verður klukkutími og sveimir þá, ég held að Þuríður í MAG ætla að bjóða upp á kaffi og konfekt. Hvurslags. Þetta skiptir allt máli. Þetta skiptir allt máli, allt skiptir þetta máli. Öll þessi umræða og öll þessi meðvitund bara og að fólk sé að hugsa um þetta og tala um þetta. Dropinn holar steinin. Alltaf. Og fyrir okkur snýst þetta alltaf um endanum því fleiri þolendur sem koma til okkar eða nýta sig ykkur önnur verkfæri eins og sálfræðiaðstoð eða eitthvað. Því betra. Algjörlega. Gaman að fá ykkur, bæði tvö. Takk fyrir. Og ég geti talað miklu lengra um þetta, en við ætlum að koma fleira að í föstudagsþættinum í dag, þannig að við höldum áfram eftir augnablik.